Davíð Oddsson, seðlabankastjóri, hefur valdið usla í stjórnmálalífinu í dag með ummælum í dönsku blaði að hann snúi aftur í stjórnmálin verði hann þvingaður úr embætti seðlabankastjóra. Hann svaraði kalli viðskiptanefndar Alþingis í morgun vegna ummæla hans ástæðu þess að Bretar breyttu hryðjuverkalögum gegn Íslandi en sagði bankaleynd koma í veg fyrir að hann upplýsti. Telma Tómasson. Davíð Oddsson mætti á fund viðskiptanefndar Alþingis í Bítið í fylgd öryggisvarða. Fundurinn stóð yfir í rúma 1,5 klukkustund en Davíð sagði lítið á honum loknum. Akkur ætlar ekki að tala við? Eftir þetta var fundur með nefndinni. Fámáll sem sagt við íslenska fjölmiðla en margorður hins vegar við Fjónst fréttablaði Danmörku þar sem hann segir meðal annars í viðtali að hann vilji sitja áfram sem seðlabankastjóri í nokkur ár og láta síðan af störfum af fúsum og frjálsum vilja. Verði hann hins vegar þvingar til að hætta í seðlabankanum muni hann snúa sér að stjórnmálum að nýju. Það var hann þó tregur til að tjá sig. Þú vilt ekki tala um endurkomu þína í pólitík? Nei, það er engin endurkoma framöndan. Ég er bara að segja það, maður er góðum aldrei og þarf að starfa eitthvað, ég þarf að gera eitthvað annað. Davíð bar fyrir sig bankaleynd á fundi viðskiptanefndar sem var engu nær ummælunum hryðjuverkalögin. En orð Davíðs hugsanlega endurkomans voru einnig rædd á fundinum og fjalli í misjafnan jarðveg. Eins og ég segi, ég ætla ekki að fara að blanda saman pólitík og seðlabanka þó aðrir kjósa að gera það. Steingrímur J. Sigfússon formaður Vinstri grænna hefur efasemdir að heppilegt sé að einn hæst setti embættismaður þjóðarinnar úttali sig með þessum hætti en svo verði hver að dæma fyrir sig hvort hann vilji líta á boðaða endurkomu Davíðs í stjórnmálin sem loforð eða hótun. Valgerður Sverrisdóttir formaður Framsóknarflokksins segir ummæli Davíðs kornið sem fylli mælin. Hann sé með þeim að hóta Geir H. Haarde yfirmanni sínum og gleymi því að hann sé embættismaður í þjónustu þjóðarinnar. Líklega sé það einsdæmi í heiminum að seðlabankastjóri gangi fram með slíkum hætti. Forsætisráðherra segist aldrei hafa hugleitt að víkja Davíð Oddssyni seðlabankastjóra. Hann myndi ekki standa í vegi fyrir honum ef hann sneri aftur í stjórnmálin. Telma aftur. Geir H. Haarde boðaði blaðamenn á sinn fund hér í forsætisráðuneytinu nú undir kvöld og þar sagði hann meðal annars að hann hefði engar áhyggjur af því að Davíð Oddsson seðlabankastjóri gæti klofið Sjálfstæðisflokkinn en öllum væri frjálst að fara í pólitík. Langar að spyrja þig ummæli Davíðs í Fjónsku fréttablaði þess efnis að verða hann vikið frá sem seðlabankastjóra að þá muni hann snúa aftur í stjórnmálin. Er þetta hótunar hans hálfu í þinn garð? Nei, ég tel nú að stærsta fréttin í þessu viðtali sé það sem hann segir Evrópusambandið en ekki það sem hann segir sjálfan sig. Ég óttast ekki neitt í þessu sambandi. Ég hef enga ástæðu til þess að ætla að þessum ummælum sé neitt beint gegn mér sérstaklega. En ef hann vil fara í stjórnmál og hætti bankanum þá ætla ég ekki standa í vegi fyrir því. Geir segir þó að embættisverk og stjórnmál fari ekki saman en það segist hafa rætt ítarlega við Davíð í dag og fullyrðir að orð hans hafi verið tekin úr samhengi í danska blaðinu. Hann hefur alla tíð verið fyrirferðar mikill persónuleiki en hann er hættur í stjórnmálum. Það er eins og margir átti sig ekki á því. Má ég spyrja þig hreint út, hefur einhvern tímann hugleitt að víkja Davíð Oddssyni frá sem seðlabankastjóra? Nei, ég hef ekki hugleitt það. Seðlabankastjóri er að hóta forsætisráðherra að taka honum starfið verði hann látið fjúka á seðlabankanum, segir varaformaður Samfylkingarinnar. Löngu sé tímabært að Davíð verði látið víkja enda skaði vera hans í seðlabankanum hagsmuni þjóðarinnar. Sindri Sindrason. Ágúst Ólafur Ágústsson segir óeðlilegt að embættismaður tjái sig eins og Davíð gerir. Þetta undirstrikar það hversu óheppilegt það er að setja uppgjaf stjórnmálamenn í seðlabankan. En er Davíð líklegur til að fara aftur í pólitík verði hann látinn víkja? Ég veit það ekki, þessi maður auðvitað ólíkinda tóli. Og Ágúst vill hann burt úr seðlabankanum. Ég held að vera hans í seðlabankanum dragi úr trúverðuleika bankans og þar lendi skaða. Ég veit ekki til að Davíð sé að fara aftur í pólitík. Davíð hins vegar fór allt of snemma út úr pólitík. Því hann hefur aldrei brugðist. Er hann ekki að hóta Geir? Það finnst mér ekki. Bjarni segir ekkert óeðlilegt við að Davíð tjái sig eigin skoðanir, hver sem staða hann sé. Hann segir ekkert benda til að Davíð ætli sér að stofna eigin flokk, enda sé hann enn. Mikil sjálfstæðismaður. Myndi hann þá fara upp á móti Geir? Ég vil ekki taka þátt í neinu vangaveldum af þessu tagi. Ég held að sé engin ástæða til þess að velta því fyrir sér. Hvor var líklegri til að vinna formannsslaginn Geir eða Davíð? Ja, það er engin slíkur slagur í uppsiglingu að mínu áliti. Ef Davíð fer aftur í pólitík er hætta á því að sjálfstæðisflokkurinn klofni? Það sé ég nú ekki. Engin staðfesting hafi fengist á því að Davíð sé óvinsæll hjá þjóðinni, segir Pétur, eða að vera hans í sjálfstæðisflokknum myndi skaða flokkinn. Þá veintalega fengi hann ekki stuðning til þess að vera í forystu. Þá má það sketa að samkvæmt nýlegri könnun sem Fréttastofa lét gera vildu 90% landsmanna Davíð úr seðlabankanum.
Davíð Oddsson, seðlabankastjóri, bar fyrir sig bankaleynd á fundi viðskiptanefndar Alþingis í morgun. Hann segist ekki íhuga endurkomið pólitík og því færi fjarri að hann vilji kljúfa í Sjálfstæðisflokkinn. Hann segir bankastjórn Seðlabankans hafa varað ríkisstjórnina við því í júní að 0% líkur væri á því að bankarnir lifði af. Davíð Oddsson, seðlabankastjóri, mætti snemma í morgun á fund viðskiptanefndar Alþingis. Hann kom í fylgd lögreglu og lífvarða á nefndasvið Alþingis við Austurvöll. Það var Árni Páll Árnason sem óskaði eftir viðveru Davíðs á fundinum til að heyra hans útskýringar á því sem hann sagði á fundi viðskiptaráðs nýverið að hann vissi meira en aðrir viðbrögð Breta gagnvart Íslendingum. Fundurinn stóð í tæpar 2 klukkustundir og biðu blaðamenn eftir bankastjóranum. Á fundinum bar hann fyrir sig bankaleynd en Davíð vildi ekki veita blaðamönnum viðtal að honum loknum. Þó gerðu blaðamenn heiðarlega tilraun til að elta Davíð af fundarstað við afar þröngar aðstæður. Ég fór yfir með nefndinni, þið tala við nefndinni. En það sem segir í Morgunblaðinu í dag að þú ætlar að koma aftur í pólitíkina? Ég ætla ekkert að fjalla það nánar. Ekki segja okkur aðeins frá því? Ekkert nánar. Endur koma þína í pólitík? Nei, það er engin endur komað framöndan. En þú ætlar að vera áfram í Seðlabankanum? Já, ég vona það. Þetta stendur á því að þú veitir erlendu fjölmiðlum viðtal en ekki íslensku. Ég veit heilmöld. Viltu ekki tala við okkur núna í augnablik? Ég var að fundi með nefndinni, ég er að fara annað. En er ekkert hæft að endur komið þín í pólitík? Sjálfstæðisflokkinn, ef þú færir frá sem seðlabankastjóri? Nei, það er fjarið því að túlka það svo. Ég hef gert vitt í að halda slíkum flokknum saman. Styður þú Geir Haarde fullkomlega? Já, fullkomlega, já. Og hann þig? Það vona ég, hann verður að tala fyrir svig, ég tala fyrir mig, sko. Hvað fór fram á þessu fundi? Nei, Davíð. Hér, spurði ég fundamennina. En Davíð, sambúðið fyrir seðlabankastjóra getur setið áfram eftir að hafa talað með þessum hætti við Stiftstíðinni. Við Stiftstíðinni? Já, sem að vitna í Morgunblaðinu í dag. Þú ætlar að fara aftur í pólitík að þér verði ítt út úr seðlabankanum. Ég er bara að segja það, ég er maður á góðum aldur og þarf eitthvað, ég þarf að gera eitthvað annað. En akkur tala ekki íslenska fjölmiðla? Ég ger það mjög oft og það mér þess að hvart ef ég tala mikið íslenska fjölmiðla. En ertu ekki að koma aftur í pólitíkina? Það vona ég ekki. Eins og þarna mátti heyra vildi Davíð Oddsson ekki upplýsa gang fundarins. Hann vísaði á nefndarmenn og við heyrðum í nokkrum þeirra. Já, hann vildi ekki gefa neina frekari skýringar og hvað frekari ummæli geta varðað við bankaleynd. Hvernig fannst þér þessu fundur með Davíð Oddssoni? Hann allir með smá vonbrigðum. Við kölluðum eftir skýringum frá seðlabankastjóranum vitneskju hans af hverju Bretar beittu okkur hryðjuverkalöggjöf. Ég var vongóður hann myndi upplýsa það. Hann er sjálfur sagt að hann leggja sig fram að upplýsa mál og hefur kallað eftir að seðlabanki verið sérstaklega rannsakaður. Seðlabankastjóri kaus að fela sig bak við bankaleynd. Það kom margt fram á fundinum en það sem var merkilegast í mínum huga var að stjórnendur Seðlabankans þeir vöruðu ráðherra ríkisstjórnarinnar við strax í júní á þessu ári með þeim orðum að það væri 0% líkur á því að íslensku bankarnir myndu lifa þetta af. Þetta sýnir að ríkisstjórnin vissi miklu meira og hún vissi það miklu fyrr heldur hún hefur viljað vera að láta. Þú spurðir seðlabankastjóra á þessum fundi í morgun hvort hann hefði ekki sé ástæðu til þess að segja á sér. Já, svarið í rauninni var einfalt. Hann vildi kannski ekki svara þessu beint en vísaði það að hann væri embættismaður og þeir sem væri yfirmenn hans réðu því og vísaði í lög og reglugerðir Seðlabanka Íslands og kannski að það þyrfti þá að veita honum áminningu en hann teldi sig ekki bera ábyrgð á ástandinu eins og það er núna. Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, segir að Davíð Oddsson seðlabankastjóri hafi gagnrýnt ríkisstjórnina harðlega á fundi viðskiptanefndar Alþingis í morgun. Hann segir ljóst að við núverandi aðstæður verði forystumenn ríkisstjórnarinnar að gera breytingar á ríkisstjórn og embættismannakerfinu. Hvað sagði Davíð Oddsson ríkisstjórnina? Já, Davíð Oddsson segir í sínum málflutningi að Seðlabankinn hafi aðvarað ríkisstjórnina og viðskiptabankana mjög alvarlega á undanförnum mánuðum og nokkuð löngu tímabili þær aðstæður sem gætu komið upp í íslensku bankakerfi. Hann gagnrýnir ríkisstjórnina fyrir þau viðbrögð sem hafa orðið nú og sérstaklega rannsóknarþáttinn sem honum finnst ekki vera nógu alvarlega tekin og hann brýnir það að það sé mjög áríðandi að mjög ítarleg og opin rannsókn fari fram á þessu máli. Þar finnst honum ekki vera unnin nógu hratt. Og við þær aðstæður sem nú séu í íslensku samfélagi telur Jón rétt að bregðast við.
Við þær aðstæður, við langan og strangan seinni hálfleik sem að hefjast, tel ég að forystumir ríkisstjórnarna eigi að gera þær breytingar á ríkisstjórninni og embættismannakerfinu sem að þeir telja þurfa að gera. Það getur átt við Seðlabanka, það getur átt við fjármálaeftirlit og aðrar þær stofnanir sem að undir þau heyra og að málinu koma og það á alveg klárlega við ráðherra innan ríkisstjórnarinnar. Viltu nefna einhver nöfn? Nei, ég nefna ekki nöfn í því sambandi. Það er forystumanna ríkisstjórnarinnar að gera það, en ég tel að það sé bara mjög eðlilegt við þessar aðstæður. Forsætisráðherra segir að Davíð Oddsson hafi alltaf verið fyrirferðarmikill persónuleiki. Hann sé hins vegar hættur í stjórnmálum og svo virðist sem ekki hafi allir átt að sig á því. Hann segist ekki taka gagnrýni Davíðs til sín eða ríkisstjórnarinnar. Vilji Davíð Oddsson hætta í Seðlabankanum og fara í stjórnmál, ætli hann sér ekki að standa í vegi fyrir því. Geir Haarde forsætisráðherra boðaði blaðamenn á óformlegan blaðamannafund í stjórnarráðinu nú síðdegis. Þar ræddi hann fleytingu krónunar en aðalega ummæli Davíðs Oddssonar í viðskiptanefnd Alþingis í morgun og meinta endurkomu Davíðs í pólitík. Ég óttast ekki neitt í þessu sambandi. Ég hef enga ástæðu til þess að ætla að þessum ummælum sé neitt beint gegn mér sérstaklega. En ef hann vil fara í stjórnmál og hætti bankanum þá ætla ég ekki standa í vegi fyrir því. En á fundi viðskiptanefndar Alþingis í morgun að þá gagnrýndi Davíð Oddsson ríkisstjórnina harðlega fyrir að hlusta ekki á... Ég var ekki á fundinum, varst þú á fundinum? Nei, ég hef búin að tala við nefndarmenn sem voru þar. Davíð Oddsson vísaði í þá fyrir að ríkisstjórnin væri ekki að láta rannsaka bankahrunið og hafi ekki hlustað á aðvaranir Seðlabankans. Það er nú sérstakt þingmál að fara í gegnum Alþingi þessa mundir, að verða tilbúið til afgreiðslu úr allsherjarnefnd, þar sem að máli verður rannsakað til hlítar. Og allt sem gerðist í sambandi við þetta bankahrun, hvernig bankarnir höguðu sér, hvað var að gerast á þeirra vegum, hverju voru ástæðarnar fyrir þessu, hvað gerðist í raun og veru og hefði verið hægt að koma í veg fyrir þetta og hverju ber ábyrgðina. Þetta er það sem á að rannsaka. En hvernig túlkar þú þessa gagnrýni Davíðs Oddssonar á störf ykkar ráðherra í ríkisstjórn? Ég sé ekki að það sé neins sérstök gagnrýni á okkar störf í þessu. Nú ert þú eftirmaður Davíðs Oddssonar í formannstóli í Sjálfstæðisflokknum. Hvað finnst þér það hversu fyrirferðarmikill hann er í íslenskri pólitík almennt og allt sem hann segir og gerir ratar á forsíður blaða og fyrstu fréttir fjölmiðlana? Já, það eru fréttamennirnir sem meta það en ekki ég. Hvað lendir á síðum blaðana? Hann hefur alla tíð verið fyrirferðarmikill persónuleiki en hann er hættur í stjórnmálum. Það er eins og margir átti sig ekki á því. Seðlabankastjóri greindi formunum stjórnarflokkana aldrei frá því að engar líkur væru á að bankarnir myndu lifa af erfiðleika á fjármálamörkuðum, segir formaður Samfylkingarinnar. Eftir fund Davíðs Oddssonar Seðlabankastjóra með viðskiptanefnd Alþingis í morgun sagði Álfheiður Ingadóttir þingmaður Vinstri grænna að Davíð Oddsson hefði sagt að stjórnendur Seðlabankans hefði varað ráðherra ríkisstjórnarinnar við því í júní að 0% líkur væri á því að íslensku bankarnir myndu lifa af. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir formaður Samfylkingarinnar sendi frá sér yfirlýsingu vegna málsins nú skömmu fyrir fréttir. Þar segir: Formenn stjórnarflokkana áttu engan fund með Seðlabankastjóra í júnímánuði síðastliðnum. Slíkur fundur var hins vegar haldinn þann 8. júlí. Þar féllu ýmis orð af hálfu Seðlabankastjóra en hann sagði hins vegar ekki að 0% líkur væru á að bankarnir myndu lifa af erfiðleikana á fjármálamörkuðum. Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra og Davíð Oddsson seðlabankastjóri hittust ekki í tæpt ár frá nóvember 2007 og þar til tæpa ári síðar. Ráðherra segist ekkert vita fundi bankastjórans með einstökum ráðherrum ríkisstjórnarinnar. Eins og fram hefur komið kom Davíð Oddsson á fund viðskiptanefndar Alþingis í morgun. Þar sagði hann bankastjórn Seðlabankans hafa fundað með ráðherrum úr ríkisstjórn í júní og sagt þeim að 0% líkur væru á því að bankarnir lifðu af. Bankastjórnin hafi þar með margvarað við bankahruninu. Hafði ráðherrann enga hugmynd grafalvarlega stöðu bankana í sumar og reyndar fyrr og ég spyr jafnframt á lokum í ljósi erfiðra samskipta Samfylkingarinnar, ráðherra Samfylkingarinnar og þingmanna, hvort að hæstvirtur viðskiptaráðherra ber yfir höfuð eitthvert traust til yfirstjórnar Seðlabanka Íslands. Viðskiptaráðherra fullyrti að til grundvallar umræðunar hafi verið stöðugleika skýrsla frá Seðlabankanum frá í maí, mánuði fyrr, og þar hafi Seðlabankinn fullyrt að staða bankana væri mjög góð. Hvað fór fram á einhverjum fundum, óskilgreindum með Seðlabankastjóra og einhverjum ráðherrum hef ég ekki hugmynd Ég fundaði með Seðlabankastjóra og stjóranum í nóvember árið 2007
og hitti Davíð Oddsson næst tæpu ári síðar á fundi ríkisstjórnar sem margfrægt í september þegar hann kom þar inn og lagði til myndun þjóðstjórnar. Það var í fyrsta sinn sem ég hitti þann ágæta mann frá því í nóvember árið 2007. Fréttablaðið og Morgunblaðið greindu frá því í morgun að Davíð Oddsson seðlabankastjóri hefði sagt í viðtali við Fókus, sem fylgiblað danska blaðsins Fyens Stiftstidende, að hann ætli í pólitík verði honum vikið úr starfi sem seðlabankastjóra. Elsa María leitaði eftir viðbrögðum fólksins á götunni. Hver viðbrögð þín við ummælum Davíðs Oddsson að fara aftur í pólitík ef hann verði vikið úr seðlabankanum? Já, ég var bara mjög gjarnan til í að sjá Davíð Oddsson aftur í pólitík, til að hann hafi mest að yfirsýn yfir þetta ástand sem nú ríður yfir þjóðfélagið og ég myndi treysta honum best til þess að leiða okkur út úr þessari kreppu. Mér finnst það bara, ég veit ekki, ég held að hann sé ansi bjartsýnn. Ég held að hann fái kannski óánægjufylgi í Sjálfstæðisflokknum. Ég hef enga trú á því að fólk almennt komi til með að kjósa hann, ekki annar staðar frá. Jú, mér líst mjög vel á það og ég vænti þess að Davíð haldi fast við þá stöðu að við höfum ekkert erindi inn í efnahagsbandalagið og ef að þörf á þá óska ég eftir því að hann skrifi mér í nýjan flokk sem stofnum það mál, sérstaklega. Já, ég segi nú bara þetta meina það Davíð. Það væri bara sniðugt hjá hann að fara að skrifa bókina sína sem hann ætlaði að skrifa fyrir mörgum árum. Nú lag. En hann ekki að fara í pólitík? Nei, hann verður náttúrulega að ráða því, er það ekki? Ég finnst þið bara að hætta fyrir fullt og allt. Af hverju? Af því hann búinn að koma þenni fram. Mér líst bara vel á það. Já. Af hverju? Þetta raskatt sem að bara nógu frá að segja og mikið til málan að leggja. Þetta náttúrulega mjög undarleg viðbrögð og virkar svona eins og svona eitthvað búlli leikur. Ég veit ekki hvernig hann ætlar að komast inn í pólitík af hann að rekin og reynu embætti. Komast í annað. Það bara svona hugaburður hjá honum. Hann kannski að hræða fólk. Það hlýtur að koma svolítið óvart. En það kannski allt hægt ef viljinn fyrir hendi. Þetta svona bara óbein hótun. Raun og veru, En það held að hann þannig gerður og hann gæti fengið fylgi, Hann örugglega með svona 15-20% fylgi, Nú það ekki bara honum líkt og trúi því bara hann gerir það. Þessum árangur verður það eftir að koma í ljós. Þú hefur ekki trúið því eða hvað? Hann komi? Já. Fyrst hann segir það, þá gerir hann það. Hann þannig. Og hvernig heldur að hún mun reiða af? Það önnur saga. Það líka eftir að koma í ljós. Þú vilt ekki spá um það? Nei, ekki að þessu stíði.